4 og Keisha að syngja hérna fyrir okkur Die Young. Uppbyggandi og skemmtilegu titill á leiðenda lagi. Nei, þetta ágætislag. Ég má ekki lítið tónlistina hérna. En það hún, frábær. Þetta lag bara ekki minn tippolli og alltaf ég lækki því. Já. En eins og alla mánudag, þetta þetta síðasti þátturðinn, maður. Ég veit það. Situr hann þetta beint á móti mér, hann Sóli Hólm, ertu velkominn. Já, þakka þér fyrir. Og þetta alltaf þegar maður að fara, sko, þá maður svona, þú veist, bara, Já. Þetta svona eins og þegar maður var reyndar sko þegar ég var í sveitinni síðustu sumurinn, þá fannst mér leiðilegt í sveitinni, skilur. Mér ekki þótt leiðilegt að vera hérna. Nei, það gott að heyra. En þú veist, en þegar maður var í sveitinni, þá var svona, þetta nú gaman að vera hérna. Þetta fínt maður, ég kem aftur næsta sumar. Maður svona byrjar að sakna þess þegar maður að hætta. Og sé maður bara að góða. En við ætlum að vera með dúndur þátt hérna fyrir ykkur kæru hlustendur. Þú þarf náttúrulega að kveðja með kvelli, sko. Já, go out with the blow. Já, það það sem ég segja. Og við tókum upp fyrir í dag síma-at sem stórkostlegt og það eftir herma hotnið. Það eftir herma hotnið og það hefur sjaldan verið jafn gott á einn dag. Svei með þá því að Sóli Hólm hringdi sem Herbert Guðmundsson og Páll Óskar í Sundhöll Reykjavíkur og var að ætla að fá að taka upp vídeo, tónlistarvídeó. Myndu segja þetta personal best hjá mér eða? Ég myndi segja að þetta væri, þetta besta eftirhormahotnið hingað til, alveg staðfast. Þú varst upp á þitt besta þarna, Sóli. Já, ok, takk, ég var bring my A-game. Já, bara, you brought your A-game alla leið. Það bara þannig. Og svo erum við með, draumahotnið sem hefur líka verið þetta mánudum. Ég hringdi í miðil fyrir í dag og var að spyrja nút í nokkra skrýtna drauma sem ég með. Já. Það að vera bara svona nettur mánudagsliður. Já, það vaxandi liður, mjög skemmtilegur. Já, en það sem líka gott við draumahotnið núna að þetta alvöru miðill, þessi kona. Og hún var með svör við öllum draumum. Já. Ég sagði henni ég væri ástfangin af ketti og hún vissi alveg hvað það þýddi og svo dreymdi mig mikið af pöttum og hún vissi alveg hvað það var. Ég hlakka til að heyra þetta. Já, þetta líka gott fyrir fólk að núti sem að dreyma þessa hluti. Þá fáðu núna að heyra hér í dag hvað þetta þýðir allt saman. Algjörlega, það þekki það allir að vakna eftir skrítin draum og velta fyrir sig, hvað var þetta? Já, ert þú berðdreyminn? Nei, ég hef ekki orðið var við það. Nei. Að það sé að rætast, það sem ég hef að dreyma. En ég með dreymir samt mjög skýrt oft. Já. Mjög svona skýra drauma. Já, en dreymið oft eða? Nei, ekki nógu oft. Það agalegt að vakna upp við draum sem þú vilt ekki vakna. Þegar þú vilt ekki vakna. Já, það glatast. Já, kannski alveg að fara dett inn þar sem þú varst að vonast að væri að fara að gerast og svo allt í einu þú vaknaði bara með hálfflaggaðan. En hérna, þetta ekki eina í dag. Maður að fara að borða snúðinn og svo bara djöfullinn. Anskotin, vaknaði. Nennir ekki út í bakkari að kaupa þess snúð. Svo ætlum við líka sjálfsög að láta, Sóli Hólm, þú hefur ekki tekið eina áskorun sem allir stjórnendur FM 95 Blöð hafa gert. Það að syngja Euphoria og það tekur þið hér seinna í dag líka. Ég get ekki kvartið á hans og takir þessa gestaþraut. Nei, ég ætla bara að skömma að ég skulle gera búin að því og skömmin ekki síðu mín, það hafi ekki ítt eftir þessu. Já, lagið reyndar ekki að vinsælt núna og var þegar ég var með þessa þrautar. Allir komið með leið á þessu lagi sem setur ennþá meiri press á þig. Algjörlega. Lagið orðið þreytt og leiðilegt. Þannig að þú þarf að reyna að djúsa það upp. Ég þarf að djúsa það upp. Ég gera það, ég set eitthvað popp í það. Ég lofa því. Er það ekki líka svolítið þannig, Sóli, þegar þú ert að syngja, þú vilt gera þetta þínu? Jú, það reyndar samt sko bæði og að því ég náttúrulega eftirherma. Já. Þannig að ofta ég að reyna að vera nákvæmlega eins og fyrir flytjandi. Þannig að þegar ég tek eitthvað, þegar ég veit næ ekki þeim sem að syngja, þá fer ég algjörlega aðra átt og bara, hey. En ertu svona Idol X-Factor lúð eins og ég, horfur mikið á það? Já. Hefur einhvern tíma verið að horfa á þáttinn og hugsað hvað þú hefði gert ef þú verður að syngja? Til dæmis róa eitthvað lag, ég bara eitthvað geðveikur kannski? Sko, veistu það, að ég man ekki eftir því að svona, þú veist, að hafa hugsað skýrt, en þú veist, ég hef svona alveg tekið þessa pælingu, þú veist, með að gera lögin að sínum, hugsað svona ákveð, hann tekur þessa slöfu þarna. Þannig að þú veist kannski ekki hvað ég myndi gera, en svona, þú veist, jú, þetta er svona flotti möguleikar. Já, en ég hef ekki samt, ég held ég ekki að hugsa sko, nei, ég hef ekki gert þetta, ég hef sennilega komið með, verið með eina stóra trommupáku þarna með og ég hef ekki tekið það sko. Ég það klikkaður að ég hef hugsað ef ég væri með röddina Sverris Bergmanns, þá hefur ég löngu floginn til London, ég myndi búa þar og reyna að tróða mér inn í þessa þætti þarna og ég veit með þess að hvaða lög ég myndi syngja. Hverju myndi þú byrja á? Ég myndi byrja á bara einhverju svona einföld og góð. Ég myndi ekki fara í einhverja sprengju til þess að vekja of mikla athygli strax. Bara eitthvað nógu gott til að koma mér áfram. Já, segðu mér það, hvað var það að taka? Ég myndi örugglega taka bara Heaven með Bryan Adams til að byrja með. Oh, thinking about all the younger years. Það myndi að heyra, hey, wow,
that boy, Adam Blundell, he can sing. Akkurat. Þá ég strax búinn að koma mér áfram. Ég myndi geima sko eins og sprengirnar Svessa að mínum mati eru Wild Horses, Bed of Roses og hérna Whole Lotta Love. Það myndi ég geima þangað til ég að fara í live shows. Já, þú myndi gera, og jafnvel sko einmitt. Og þú myndir sennilega þurfa að byrja á einhverju sterku. Já, reyndar, ég getur þetta að henda einni sprengju þarna. Já, fyrst, þegar farið að kjósa. Já. Þá getur þú að taka eina bombu og svo getur þú geimt aðeins svona teikað svona tók hérna henda titanium að inn og svona akkurat og svo myndir þú taka í síðustu tveimur þáttunum myndir þú taka Whole Lotta Love og Bed of Roses og þannig myndir vinna þetta það hins vegar komið að fyrsta lagi dagsins og það eðalag hér á ferð hér eðalag á ferð flott mánudagslag þetta svona ef það eitthvað þinga eða þreyta í mannskapnum þá ætti þetta að gera ykkur í gang Sex on Fire með Kings of Leon svo það slúður og ég með gott slúður hann Sóli ég átti ekki vonað öðru. Nei, gott. Sex on Fire, syngja strákarnir í Kings of Leon. Við veitum ekki hvort að kynlífi hjá henni Önnu Mjöll sé á On Fire því að hún mátti ekki ræða það í sjálfstæða fólki í gær. Nú spyr ég bara eins og Jón Ársæll Sóli Hólm, hvernig kynlífi hjá þér? Það bara ljómandi gott. Er það ekki? Já, jú. Þú getur ekki kvartað? Ég get alls ekki kvartað. Nei. Þetta eru þetta, sko, pörgangi gegnum svona hæðir og læðir í þessu. Já. Og það gengur rosa vel. Eru þið í hæðum núna? Við líkum blúsandi hæðum. Helgin góð og... Jú, annars má ég ekki segja meira því það er ákveðið mál sem það að klára fyrir dómstóla fyrst. Sérðu það, einhver annar sjónvarpsmaður heldur en Jón Ársæll sem kemst upp með þessa spurningu? Nákvæmlega, þú veist, og líka, þú veist, svarið bara, ég má ekki tala, hann kunne ekki bara segja þið kemur það ekki við. Já, þannig að Anna Mjöll, hún vildi alveg ræða þetta, hún bara mátti það ekki. Akkurat. Því miður þá það bara lögfræðingar sem eru búin að banna mér að ræða kynlífið með Cal Worthington. Akkurat, bara svona, annars myndi ég segja ykkur nákvæmlega hvað í gangi þetta. Ég bara, þetta er alveg rétt sem þú segir samt, með Jón Ársæll kemst upp með þetta. Hvað hefði verið gert ef þú og Sveppi hefði dottið í þetta einhvern tímann, bara spurt eitthvað, það hefði verið bara haldið tónleikar út af því, sko. Já, reyndar, sko, við hefðum reyndar aldrei, sko, spurt eins og Jón Ársæll spurði. Hann hendi bara í, þú veist, hann fór bara beint í þetta. Já. Maður svona reynir að segja, þú veist, maður fer einhvern veginn svona í kringum hlutin, sko. Þetta var bara svona eitt á lokum. Þetta var eiginlega þannig svona bara, hvað með kynlífið? Já, hvernig það? Bara hvernig var það? Já, ég segi mig það, ef ég ringi ekki bara Jón Ársæll á morgun og spyr hann til kynlífið hans. Já, gerðu það. Já, aldrei að vita, þetta var sjálfstætt fólki í gær. Hann slæmur í hnénu og svona, þannig að það getur vel verið að sé eitthvað bölva við þessan á hann. Heldur að sé að hrjá hann? Ég meina, hann getur sennilega ekki verið á hnjánum þá allavega, trúlega. Sem að útiloka reyna stellingu sem vinsæl hjá fólki. Mjög vinsæl. Ertu ekki að tala Dagi eða? Ég að tala Dagi. Við ætlum að hætta þessum perraskap og fara í slúður dagsins og ég sé að þú ljómar allur, Sóli, þú ert svo eini hérna í FM 95 blöð, þess vegna minn ég sakna þinn, að þetta er síðast átturinn, að þú hefur svo gaman af slúðurinu. Þú mátt alveg ringi í mig reglulega og segja mér svona hvað er í gangi. Ok, má ég hendi þið slúðurinu svona fyrir símanum? Já, við getum pingpongað í gegnum síman maður. Takk fyrir það maður. Ég ætla að byrja á Madonnu, eða dóttir hennar. Hún var 16 ára daginn. Lords Leon. Já, ég til dæmis, þú ert svo eini hérna sem myndi vita hvað hann heitir. Lords Leon var 16 ára daginn og ég fekk ágætis afmælisgjöf frá mömmu sinni. Hún gaf henni íbúð. Það er gett. Já, ég fekk peysu held ég þegar ég var 16 ára, sko. Ég held ekki fengið neitt. Nei. Liggur við. Hvenær? Ég ámæli í júli, sko. Já, ég líka. Já. Við báðum krabbar. Fjælst þú einhvern tímann upp á afmælið almennilega á sumrin? Ég hef haldið upp á afmælið mitt síðan ég var 7 ára. Já, þú ert einhvern rosalegur afmælismadur. Já, ég aðra við að vera geðsjúkur þegar ég kom að þessu, sko. Ég er algjörlega andstæð með það. Ég einhvern veginn, ég gæti örgulega ef ég myndi búa kannski í útlöndum, þá geti ég bara glemt í eitt afmæli. Já, aldrei hjá mér. Nei, þetta er... Og ég reyni að passa það að enginn í kringum mig gleymi því heldur. Já, þú ert alveg þar. Já. Og ef einhver gleymir að ringi mig á afmælisdaginn minn, mér er skítsama. Ekki mér. Ég tek það einmitt. En ég á vini sem eru bara, þú hringdir ekki í mig á afmælisdaginn. Ég er bara svona, þú ert afmæli, sko. Já, passa að ringi mig í sumar. Nú ert þú komin á þann stað. Hvað áttu? 8. júlí. Já, krabbi eins og ég. Já. Ég er 14. þannig að þú getur kannski bjallað á kallinn. Já, fyrir eftir hvort þú hringir. Já, ekki. En allavega, þá fekk dóttir Madonnu, íbúð og þetta er íbúð sem er nálægt fjölskyldunar á Manhattan og er í göngufæri við Kabbalah-miðstöðina. Sem að þær mæðgur sækja reglulega og með íbúðinni fylgir aðgangur að sundlaug og líkansræktarstöð. Þetta er hressandi. Já, það er, veist, ok, hún fær íbúð frá mömmu sinni bara á Manhattan í 16 ára afmælisgjöf. En hugsaðu líka allt þetta slæma sem að hún þarf að gangi í gegnum af því að mamminar er Madonna. Já, ég veit það. Mér finnst þetta eiginlega að vera frekar lélegt bara. Hún átti að fá miklu meira. Já. Þú veist, það er örugglega ógeðslega mikið vesen. Þú veist, sjáðu bara hvað Krummi, hans Bó hefur þurft að gangi gegnum mikið rugl. Já, þetta Bó. Já. Og Svala.
Já, og Svala. Þú veist, verið svona merkt sem börnin að spó alltaf. Já. Ekki, þú veist, það er ekkert slæmt, skilur. En samt sem áður er þetta, samt sem áður er þetta svolítið leiðilegt að vera að svona þín ímynd sé mótu út frá foreldriðinum. Já, ég til það ég fekk kannski bara peysu í afmælisgjöf frá mömmu þegar ég var 16, en hún er ekki að múna 80.000 manns á tónleikum. Nei, nákvæmlega. Hún mætti það eiga sig. Nei, nákvæmlega. Hún vil valla að tala í útvarpinu. Mamma er ekki heldur að fara á Kaffi Rós í Hveragerði og múna frá mér liðið þar, sko. Nei, ekki eftir hún hætti að drekka það. Svo er það næsta slúður. Það er af Mílu Kunis, en ég og Sólu Hólm, við höfum mikið rætt þetta samband Mílu Kunis og Ashton Kutcher, því að þetta er leiðilegt fyrir vinkun okkar Demi Moore. Algjörlega. Það verður bara að segjast. Og hefur Demi Moore haft átt erfitt uppdráttar eftir að þau fóru orast tvílíkt. Já, stungu saman nefjum. En nú er verið að tala um það að Míla Kunis sé ólétt. Það sést einhver bumba, svona barnabumba fram á náðunum helgina, og nú er verið að tala um 2.5 þegar að tala um Ashton Kutcher og Mílu Kunis. Já, akkurat, og það er sko sagt að því hann er að leika í þáttunum. Já, 2.5 menn, svona brandari. Já, þetta er svona brandari, sko. En það er eindur oft, sko, hún hefur kannski verið að bara leigja hans í bjórnum eitthvað, eða kjóllin eða peysan hennar einhvern veginn fóki vittlust, það þarf ekkert svo að fólk haldi þessi ólétt. Ég meina, þú veist líka, eins og við höfum oft rætt líka með, þú veist, að koma sér í form fyrir og eftir bíómyndir. Þú veist, hún er kannski verið í einhverju þvílíku átaki, er kannski aðeins á milli mynda núna, nennir ekki að vera í gymminu hún er samt ekki þannig vaksin, hún er svona petit, sko. Já, en þú veistu það, oft, það getur verið á fitni bara illa. Já, getur verið. Það fer allt á bumbuna, það er oft þannig. Sveppi fitna þannig, þetta fer allt á bumbuna, sem er jákvætt að mínu mati. Sveppi getur hent á sig 8 kílóum, andlitið á honum er alltaf eins. Já. Þú veist, getur alveg verið sætur og serða ekkert á andlitinu á honum, en þetta fer allt á bumbuna. Allt á bumbuna. Já. Ef ég ætti að fitna, myndi ég vilja fitna þannig. Já, algjörlega. Þú getur verið bara í TV-inum bara með borð fyrir framæð og enginn fattar neitt. Akkurat. Og svo er það loka slúðrið, það er af Arnold Schwarzenegger, þessi 65 ára gamli leikari og fyrrum ríkisstjóri, ætlar að taka að sér hlutverk í Conan the Barbarian 2. Og fer þessi mynd núna í framleiðslu á næstu mánuðum. Ég veit ekki með það, þegar hann var að leika Conan the Barbarian, þá var hann sko herra Mr. Olympia. Nú var hann 65 ára. Já. Það er svolítið mikið vatn búið að renna til sjár. Hann er búinn að eignast börn utan hjónabands og í hjónabandi og allt búið að gerast á kallinu með, búinn að vera governor og allt maður. Já, en við óskum hann alls besta. Er ekki eitthvað við Schwarzenegger, svona, verður maður ekki alltaf til að sjá hann einhverja góðri bíómynd? Algjörlega, bara ekki einu sinni góðri, bara í bíómynd. Já, bara í bíómynd. Þetta var slúðurpakki dagsins og við skulum fá hér Ásgeir Trausta og hann ætlar að syngja um einhver leyndarmál. Áttu leyndarmál, Sóli? Ekkert eitthvað svæsinn, sko. Nei, gott. Tónlistarmaður hér á ferð, Ásgeir Trausti, og hann er einmitt að spila, Airwaves helgina. Það er Airwaves næstu helgi. Ertu svona... Airwaves maður? Já. Ég hef aldrei farið á Airwaves. Nei, þú ert ekki eins og Jón Gunnar sem missir ekki á tónleikum. Nei, en það er ekkert eitthvað ég sé eitthvað á móti. Ég bara er svo rosalega lélegur að fara á svona viðburði. Bara í höfuð. Þú veist, ég fer ekki í leikhús eða neitt. Ég bara... Það mætti halda að ég væri bara algjör þunglindi sjúklingur, sko. Já, þetta er sama hér, sko, en það er ekki, þetta er eiginlega meira að vanta bara alla menningu í mann, sko. Já, ég fer bara í bíó og eitthvað svona plebbast, sko. Já, ég verði mikið til að sjá til dæmis hann á tónleikum og Retro Steffsson og alla þessa krakka, sko. Já, sammála því. Þannig að... Jón Gunnar Geirdal, bara síðustu 4 árið eitthvað, ég hæta hann á Facebook fyrir að Airwaves er að dettin. Það er bara, ég fór og kíkti á bilaðan ventil bara á staðaskal, veist, hann fer og sér allt, sko. Það er alveg sama hvaða banda er og þau eru öll stórkostleg og þetta var rosalegt og þannig að að gera þeir um Jón Gunnar Geirdal. Hefur einhvern veginn að skrifa þvílík vonbrigði þessi tónleikar hérna með, þú veist, með Future Diamonds, eitthvað svoleiðis? Nei, það hefur aldrei gerst. Sko, Airwaves hefur alltaf verið bara þvílíka veislan fyrir Nonna Plug, sko. Pluggarinn er ekki, hann verður aldrei fyrir vonbrigðum með Airwaves. Nei. Er bara með neitt. Ég hef aldrei síðan raunni við neitt. Nei, sko, meiri segja síðustu Airwaves-hátíð, þá leigði hann sér hótelherbygginu í bæ. Já, hann tók túristana á þetta. Já, bara frá, sko, miðvikudegi til sunnudags og fór á allt. Já. Hann var bara að horfa á, sko, Jojo fyrir utan Nonnabit á sunnudeginu. Það var eina sem var eftir, held ég. Já, það var nýtt prógram. Hann var að spila nýtt efni en Jojo þá, sko. Jojo er snillingum. Já. En hvernig var helgin hér, Sóli? Heyrðu, hún var svo sem eins og aðrar helgar bara. Það var verið að gleðja landan. Já, er þetta nettu Groundhog Day hér? Er það bara að gleðja landan og svo bara með fjölskyldunni? Svo bara fjölskyldan, algjörlega. Það er svolítið þannig. Svo eru virkudagarnir yfirleitt svona svipaði líka, sko. Já. En ég kvart ekkert, sko. Ég er svona
á auðvelt með að detta í rútínu. Já. En ég var til dæmis að skemmta á föstudaginn fyrir ágætt fyrirtæki þar sem var James Bond þema. Ok. Og ég þurfti að vera í James Bond, ég átti að vera í svona Bond, sko, þannig að það grín. Ég náttúrulega ekki Bond. Þó ég sem nákvæmlega sama hárlit og Daniel Craig, reyndar. Það eina sem sammeilegt. Já, þetta er trúlega. Og svo náttúrulega líka, þú veist, kannski svona líkansburðir. Þú veist, en andlitið ekki. Þú ert ekki með líkamannans Daniel Craig. Nei, hann er sennilega aðeins rýrari heldur en ég, en allavega. Já, aðeins köttari. Nei, ok, allavega. Þá mætti ég þurfti að fara að hitta þennan hóp. Hann var í óvissuferð, sko. Ok. Í háskólabíó. Já. Og ég var í smoking. Já. Þú veist, ég var náttúrulega bara uppstrílaður, sko. Bara sem mörg gest? Nei, það er kjólfutt. Já, ok. Ég var í Bond smoking. Ok. Flottur á því. Já. Svo mætti ég, sko, í háskólabíó og var að sækja hópið þangað. Og mér leið svona eins og einhverjum nöttara sem væri bara, já, nú er James Bond kominn, ég fyrir í smokingin og heldur fyrir bíó. Einn að bíða? Já, ég var einn að labba í gegn þetta, bara svona, það var alveg hrikalt. Fyrir fólk sem vissi ekki og Já, vissi ekki, það vissi það enginn. Nei. Og það var heldur enginn sem fatt að ég labbaði bara inn í eitt sal þarna. Það bóttið einhver hugsa bara, vá. Vá, hann er búin að missa sér í gæði með. Hvað er Sóli Hólm búin að bíða lengi eftir nýju Bondmyndinum? Hefst það byssu kannski líka? Nei, ég gera þetta ekki. Nei. En þú hefur væntanlega verið blindfullur, eða ekki? Nei, þú sér nú bara og heilir hvað ég feskur. Ég veit það. Það var ekki einn dropi þessa helgina. Er þið farið að raka í drykkjunni eitthvað? Ég er eitthvað að þroskast. Já, þú vilt meina að það sé jákvætt? Já, þetta reyndar sko, föstudagurinn var mjög skemmtilegur. Þá varstu fullur? Nei. Ég var edrú alla helgina? Skilur ekki íslensku það? Ok. Það var ekki einn dropi. Ég held að væri svona eitthvað svona alkasyndrom að ef þú ert edrú á laugardegi að þá svona ertu edrú alla helgina. Já, föstudagurinn telst ekki sem helgi hjá mér. Nei, það var ekki svoleiðis. En hvað var að gerast á föstudaginn, segirðu? Þá vorum við þarna í skemmtigarðinum í beinni, FNÍ Blöðvaka. Og bara föstudagurinn var fít, sko, en laugardagurinn var hrikalega rólegur og dapur og skrifast á Hjörvar Hafliðason sem er með mér á 50 og ætlaði að skamma hann hérna í næsta þætti. Hvað var málið? Hlustaðu nú. Ég var ekki að gera neitt á laugardegi og var bara heima eitthvað að chilla og ég hringi hann klukkan 8 og spyr hann hvort hann sé til að fara á Bond með mig klukkan 11 og svona, þannig að væri, þú veist, strax skarðu þú ekki að gera neitt á laugardagskvölda fyrir bíó. Já, einmitt. Herru Hjöppi og meir en klár, fannst þetta góð hugmynd. Ég fer niður í Smára bíó, sæki 2 miða handa okkur, fer svo út í Hagkaup og Vestla eitthvað, vantaði eitthvað stöð heima. Já. Og fóð með það heim og svo var ég bara hanga að bíða. Klukkan 10:30 hringir Hjöppi í mig bara, erum við ekki að sleppa þessu bíó? Ég bara, er þetta grínast það? Ég er að fara að leggja staðinn út hurðina. Þá var hann kominn í rauðvín. Nei. Jú. Og ég náttúrulega hafði hálftíma til að finna eitthvað, fann enga með mér, þannig ég bara satt heima með 2 miða og fór að horfa á sjónvarpið. Og bara sokkin kostnaður. Allt saman. Alveg skelfilegt. Ömurlegt kvöld og tapaði pening líka. Já, hvað heldur þú? Fórst svo í póker á netinu og tapaði ennþá meira þar. Já, þetta var viðbjóður. Nei, ég lét það reyndar eiga að segja, en það sem að hjálpaði mér var sigur Manchester United í gær. Mér er nákvæmlega sama hvernig þið runnu. Það voru 3 punktar í hús og þið voru óheppnir í Liverpool. Já, algjörlega. Við vorum eins óheppnir og þið voru heppnir. Það er rétt fyrir mér í örstuð skilaboð og svo er það draumahotnið. Skulum heyra hvernig miðill hjálpa mér með drauma mína og svo er líka stórkostlegt aðtýra eftir það sem að Herbert Guðmundsson og Páll Óskar reyna að fá Sundhöll Reykjavíkur lánaði fyrir myndband. Hey þú, já þú, viltu næla þér í splunkunni á iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuról og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuról. FM 957, 1011 og eSíman.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Eftir þessu lagi í spilum. Já, þetta var náttúrulega flott í þættinum. Já, akkurat. Ég held að myndi bara detta inn helgin eftir. Já, mér finnst það pínu, það er aðeins verið að stæla okkar fólki Monsters og menna þarna, finnst mér. Já, algjörlega. Þetta er samt. En við erum búin að vera að ringja hér síðustu mánudag, allavega síðustu 2, þá hef ég verið að ringja í fólk og tala um drauma mína. Við ringdum síðasta mánudag í bara eitthvað fólk út í bæ sem að var að vinna á stöðum sem að hét drauma eitthvað og það kom bara fjöllum, en ég ákvaða núna að ringja í miðil og spurja hana út í drauma mína og hún svaraði bara öllu og var virkilega hress og ég held að þetta geti líka bara hjálpa fólki að núti sem að er að dreyma skrýtna hluti. Við ekki bara vinda okkur í símtalið við miðilinn um drauma. Gera, ég til það. Ef að kalla þetta draumahotnið eða eitthvað. Já, það er mjög gott nafn, það er mjög frumlegt. Skellum okkur í draumahotnið. Já, Þórna. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu, ég hef nú ekki hringt svona símtal áður.
Ok. Sko, ég ætla að athuga, getur þú sagt mér hvað mér er að dreyma? Sko, málið með drauma er það að þú, mig og þér, okkur getur dreymt saman drauminn, en að því eitt fyrir mig og annað fyrir þig. Já, ok, af því að... Hvað var þið að dreyma? Mér dreymdi að ég væri ekki með augabrúnir. Það er einhver missir af kannski sjálfstrausti eða einhverju. Ég var ekki með augabrúnir. Og ég var rosalega mikið að hlaupa, en Hlaupa eða flauta? Ég var að hlaupa með enga augabrúnir og í einum skó. Heldur þetta tengist eitthvað móður mín sé að flytja til Danmerkur? Finnst þér það vont? Nei, það er alltaf gaman að hafa hana í kring, en ég hugsa að það verður bara gaman fyrir hana, hún ætlar að fara út að læra. Já, ok. Nei, ég held að það kannski tengist ekki því. En ekki nema að það sé svolítið sátt fyrir þig og sé að fara frá þig. Svo dreymdi mér líka daginn að ég væri ástfangin á ketti. Ketti? Já, og ég hef aldrei átt gælutýr. Það er að skrýtna. Ok. Þú er algjört bara fenómen og spesial athugunar fyrir sálfræðinga. Já. Þetta er alveg dansar yfir tömur. En mér dreymdi að ég er ástfangin á ketti. Og málið er að köttur... Já, hann talaði ekkert við með hann eitt. Hann er lævis. Já, hann er lævis, já. Ef þú væri ástfangin á hundi, myndi ég segja, wow, gott fyrir þig. Af því hundurinn er tryggur vinur. Er það ekki svolítið gay? Nei, af hverju? Ég veit ekki, ég alltaf einhvern veginn finnst eitthvað gay. Nei, alls ekki. En kissan í draumnum, hún talaði ekki við mig, en samt voru við hamingjusum. Já, ok. En kött, sko, hundur... Hún var reynda, köttur hann svolítið frekur. Traustur vinur. En málið er að hundur í draumi er traustur vinur. Köttur er mjög lævis. Og ef þú finnur kött út í garði hjá til dæmis, dauðan eða lifandi, þá er það fyrir að það er þjófur í kringu þig. Fyrrverandi kærasti mín var reyndar alltaf að stela mér. Stela af þér? Já. Já, ok. Pening og áfengi. Já, hún, sko... Gæti það tengst kettin? Er akkurat svona týpa. Ef þú ætti að verða ástangin af einhverju annar í þeim dúr, og þetta er bara passa mig. Þannig að kötturinn var að segja mér að byrja ekki aftur með Þórdísi. Nákvæmlega. Já, ég vissi það. Ég myndi bara taka undir það. Já. En er skrítið að dreyma rosalega mikið af pöddum? Eftir hvernig þau eru, stundu geta verið hérna fyrir penningum. Já, ok. Það voru að stríða mér pöddunar. Ég veit ekki um það. Ég veit það bara að niður dreymt pöddur. Já. Og ég hef kannski átt að vona á einhverju rosalegu peninga ásókn eða skuldum og ef að pöddurna hverfa, þá hverfa skuldirnar. Reynda þegar þú segir það, ég vann í snertikassa stuttu eftir að mér dreymdi pöddur. Já, það er flott, þetta er peningar. Já, ég tók 600 kallinir á Skalla í Árbæ. Flott, já, það getur það verið. Takk fyrir það. Það var að plóma. Veistu hvað ég myndi gera í þínum spórum? Hvað? Þú er greinilega mjög bergdreifinn. Já. Það myndi hafa stílabók við náttbóðum mitt. Já. Og í hvert skipti sem það er dreymir ykkur draum, leið og vaknar upp, skrifa það niður. Út af því að þegar þú vaknar sko í alvöru daginn eftir, að þá fattar það þegar þú lest draumin yfir, að þú bara hefur gleymt helmingnum á hann. Já. Það virkir að skipta máli. Já, ég ætla að passa upp á það. Gerðu það. En þú ert bergdreiminn og bara til hamingju og nýttu það. Takk fyrir það. Spilaði Takk fyrir að talaði mig. Já, bless. Það er komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken. 3 fimmtudagi í nóvember á skemmtistaðnum austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið 50-dagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergmann, Þórunn Antonía og Jónas Sigursson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, trúbator FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í Eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken og FM 957. Það er Heineken sem gefur tóninn. FM 95 blöð á FM 957. Við kynnum ríkala flott
Gamalt lag Eddie Vedder hér með Society. Þeir að hlusta á Auða og Sóla Hólm. Þennan mánudaginn, báðir helfeskir, síðasti mánudaginn Sóla hér allavega í bili. Búin að vera hérna, hvað ertu búin að vera með mér í mánuði eða eitthvað? Já, ég þessi rúmi mánuður. Já, mánuður. Já, það styttist í eftirhermuhornið sem að rándýrt þennan mánudaginn. Þar sem að bæði Herbert Guðmundsson og Páll Óskar eru saman í sama símaatinu að reyna að fá sundlaugina, að fá Sundhöllina lánaða fyrir tónlistarvídeó. Ekki missa því, það er hér eftir örskama stund, en það er hins vegar komið að dagskrálið núna sem að daglega og heitir, Sóli, Sturlaðar staðreyndir. Takk. Og svona þið hlustendur, því sem eru kannski ekki búin að hlusta á undanfarna viku, þá er komið nýtt tvist í Sturlaðar staðreyndir og það er þannig að Auðun Blöndal fer með sínar staðreyndir en ein af þessum staðreyndum er ekki sönn, heldur hún einungis hugaburður Auðuns Blöndal. Það er hárrétt hjá þér og þú giskaðir rétt í síðustu viku. Já, það voru rotturnar sem að skýta hver aðra til að pirra hver. Já, það var kannski fulllétt. Já, hvað sagði ég? Rottur skýta hver aðra til að pirra þér? Já, það var lélegt. Ég er nervara fyrir því í dag. Okay. En sem sagt, Egill og Pétur klikkuðu báðir, því hinni voru allir með þetta. Okay. En þá skulum við bara byrja og hér er fyrsta. Maðurinn getur fundið lykt af hræðslu í svitanum á öðru fólki. Þetta er sturlu staðreynd en ég veit hvað það hugsa. Byrjar hann á timpur. En þetta er... Fundið lykt af hræðslu? Já, ég er bara að lesa beint af síðunni, sko. Bara svitalyktin, er það bara einhvern veginn öðru sér svitalykt? Ég veit ekki, hvernig er lykt af hræðslu? Er ekki bara skítalykt? Er það ekki bara, þú veist... Já, ég veit það ekki. Það er ekki svitalykt? Nei, en þetta, don't kill the messenger, þetta stóð þarna inni. Svo er næsta. Rostungur er með 3 sinnum meiri sóðkraft en ryggsuga. Þetta fannst mér magnað og gaman að lesa. Ok, og er þeir að sjúga eiginlega? Bara... Ég veit ekki, ef þeir þurfa bara... Ef þeir þurfa að hjóla í það, þá eru þeir með svaðalegan kraft. Það er satt líka svolítið magnað því að tennurnar eru svo stórar að sko þeir einhvern veginn þá sitja varirnar í gegnum tennurnar og fá eru með meiri kraft. Já, ég veit ekki hvernig þið fara að þessu. Það er magnað. En gríðalegu kraftur á ferð. Svo er það næsta. Gírafar falla niður 2 metra þegar þeir fæðast. Hátt fall. Falla niður? Já, akkurat. Þeir koma úr, akkurat, já. Þegar hún er standandi og þá dettur hann niður. Já, það er ekkert grín. Shit. Okkur leggjast. Er þið svona háfur bara upp að bakinu? Hvað segir þau? Þeir eru svona rosalega stórir. Já. Hefur þið séð gírafa? Já, í dýragarði. Mögnuð dýr. Já. Þeir eru mögnuð. Ég veit þetta öll dýr í dýragarði mögnuð. Já, svona ánals gríns, þá er ég elska að fara í dýragarð. Já, þá er nú gaman þegar þú eru komið með eitt kríli með þér, fara með dýragarðinn. Já, og svo er það næsta. Sumar endur eru rasistar. Sturlu staðreynd. Og hvernig er það þá? Á móti svört, er það bara litli ljóti andaröngi þá, eða hvað er? Það er örgulega einhverja litaðar endur eða eitthvað. Já, ok. Það er alltaf búið að greina það, þessu er rasistar. Ok, og það er þá... Bara leiðindar önd sem er rasisti. Já, hún einhvern veginn virkar ekkert vel. Nei, ég myndi ekki gefa henni brauð. Nei, en hvernig veistu það? Að hún sé rasisti? Já. Það er góð spurning. Hún er kannski að syndi bara með hvítum öndum. Ok, en býtum við. Er hún rasisti á fólk eða end? Tekur þú kannski ef það kemur blökkum af brauð þá bara borðar hann það ekki? Farðu með þitt ógustlega brauð í burtu. Ég held að sé að tala um aðrar endur. Og það stendur bara racism. Svo er það næsta. Það eru fleiri sýklar í eldhúsinu heima þér heldur en á klósettinu. Sturlu staðreynd. Og þetta kom mér á óvart. Já. Það er örugglega misjandi að fólki bara. Já, akkurat eftir hvað þið vaska og matarlefnum náttúrulega liggja lengi og bananarnir átti mikla og allt þetta, sko. Já, og svo er það hér, það fara 12 nýfædd börn til vittlausa foreldra að meðaltali á dag í heiminum. Og nú spyr ég þig, Sóli, erst þú vissum að foreldra þínir hafi tekið rétt barna á sínum tíma? Já, allavega er ég sonur hans pappa. Ég veit ekki hvort ég sonur mömmu, en ég er allavega sonur hans pappa. Það er pottþétt. Já, við erum mjög líkir. Þetta er kostunum við að fæðast á Sauðárkróki. Það er litla líkur á að taka vitlaust barn heim. Eitt barn í mánuði eitthvað svo leiðis og... Já, ég var júlíbarnið. Já, bara júlíbarnið, já. Eða sumarbarnið, Þannig að ég held að það sé nokkuð ljóst. Já, ég minna, þú veist, ég er bara líku pappa. Það hjálpa mér. Ok. Svo er það hér, flugur æla á matið sinn áður en að borðan. Sturlu staðreynd og ógeðsleg staðreynd að mínum mati. Bara svona, það er eitthvað að krydda á þetta. Já, það er ekki eins og að vera að tala um að flugurna séu í því, sko. Það er bara alltaf. Nei, þetta er bara, þú veist, svona, djöfullin, þetta
Vantar sósu á þetta. Já, meina það að segja bleita upp í þessu. Já, bara eitthvað, þú veist, má krydd. Huggulegt. Þetta er bragðlaust, maður. Guppa á þetta. Fólk sem þjáist, þetta hérna er gott, fólk sem þjáist af Urbach-Viette disease finnur ekki fyrir hræðslu. Vá, djöðl er ég til í það. Er það ekki? Jú. Væri það ekki ágætt að vera aldrei hræddur? Ógeðslega gott. Já, bara vera ískaldur. Já, bara finna, þetta er ekki skaldustæðarind. Ég er alveg, ég hef heyrt svona fólk. Já, ég væri alveg til í þetta. Já. Og svo er það næsta. Það er ekki hægt að hnerra með opin augun. Kannski ekki sturlu staðarind, vissu þetta ekki flestir. Þetta er samt áhugaverð staðarind. Eins og daginn með að heldur fyrir nefið og hummar. Það er ekki hægt. Nei, reynið það í bílnum. Reynið að humma og halda fyrir nefið. Það er ekki hægt. Svo er það síðasta sturlaða staðarind dagsins og þessi fannst mér skemmtileg líka. Lík Tupac Shakur var brennt og var hluti af ösku hans blandað við marihuana og reykt af The Outlaws sem var gengið hans Tupac Shakur. Þannig að þeir ákveðu bara smók. Það er aðeins strákar. Við veitum alveg að Öddi myndi fíla þetta. Hérna, setið þið, gott með smá marihuana þarna. Svo bara reyktur. Reykjumkallinn. Reykjumann. En nú spyr ég þig, Sóli Hólm, hvað af þessu var kjaftaði? Sko, málið það, ég einhvern veginn verða viðurkenna, ég naut staðreyndina ekki eins vel og vanalega út af því ég var alltaf að Varbergi, sko. Er þetta eyðileggjað? Já, ég veit það ekki, en það er kannski bara því að ég er ekki eins sigurviss núna og síðast, en það eru nokkrar sem kom til greina. Mér finnst rostungurinn og sogkrafturinn vera svolítið skrítið, því að þú veist, ég veit ekki hvernig það nætti geta sogið svona fast með tennurnar, svona mikið. Æla á matinn sinn, það er alveg ekta þú eins og að skýta hver aðra til þess að vera og hver var aftur önnur hérna maður, það var einhver, svo fyrsta já, hver var það aftur? Það var maðurinn getur svona líkt að hræðslu í svitanum öðru fólki. Já. Hvað ætlar að skjóta? Það eru þessar þrjár, ég ætla að segja að ég veit ég er ekki að fara að geta rétt, þannig að ég ætla bara að segja að sé fyrsta. Fyrsta, að maðurinn get ekki fundið líkt að hræðslu í svitanum öðru fólki. Það er rangt hjá þér. Hver var það? Það er engar endur rasist. Ert að grínast að ég hafi ekki... Jesús almáttugur að ég hafi gleymt því maður. Klikkaði þarna og... Endur rasist. Gott ég að þeirra enda þáttinn svona, síðastu þátturinn. Ég verð ekki með seinni klukkutíma. Við ætlum að fá hér Russian Roulette í hönnu og svo er það eftir hörnum á hotnið sem er stórkostlegt þessu sinni. Skilsta þarna, hvað heldur þú bara einhver endur rasistar? Nákvæmlega, þetta var líka svo illa skilgreint og allt þetta. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 í síðasta þættinum að Sóla Hólm í bil allavega. Já. Og það kveðjaði mig. Ég er að kveðja þig. Sorgleg stund. Já, ég er að flytja til Kanada. Já, búin að vera með mér þetta síðustu mánudag. En já, það sem við höfum verið að leika okkur með á mánudögum er eftirhermuhorni. Já. Þar sem að Sóli Hólm, besta eftirherma landsins, tekur fræga poppara og Skeinið. Skeinið, það er bara ekki flokknara. En við erum með hugmynd í dag, við ætlum að blanda nokkrum saman. Þetta verður sem sagt Herbert Guðmundsson og Páll Óskar. Já. Og jafnvel í lokin, ef þú ert komin að fluga, mættir alveg henda Shaggy að inn. Já, algjörlega. Þannig að þá er aðti orðið algjört rugl, en það er alltaf lægi, sko. Ef ég kemst eitthvað áfram með þetta. Já, ok, pælingin er að við ringjum hérna í einhverja sundlögar og í bænum eða brota landi eða eitthvað og þú ert að fara að taka upp tónlistavídeó sem Herbert Guðmundsson. Já, og með Palla. Þeir eru búin að tíma upp og eru með lag. Já. Og þeir eru að biðja bara svona eitthvað skrítið, fá að koma í ýmislegt þarna og ég ætla svona að kalla, Herbert hann er sko að leiða þetta. Ok, Herbert leiðir þetta. Og svo kannski kalla ég Palla, Fanny, talaðu með þér. Já, ok. Nei, það sem ég vil gera. Já, og þá kemur hann að inn. Já. Herðu, hefur ekki að hjóla í þetta bara? Jú. Og já, bara, þú veist, þú ert ekki að spyrja bara hvort þú megið taka upp vídeo þarna og það verður ekki vesen. Nei, það var ekkert vesen, engin að drekka, ekkert svoleið, sko. Sundhöllin, góðan daginn. Já, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn, Herbert Guðmundsson heiti ég. Blessaður, Herbert Guðmundsson. Blessaður, heyrðu, ég er að fara að taka upp músíkvídeó. Ég hef enga tími í það. Nei, til að fá það til að leiki. Er ekki klárið það? Til að syngja með mér? Nú er ég orðin laglaus, sko. Já, heyrðu, ég er að vinna frábært lag með Páll Óskari. Og mér langar svo að taka upp í Sundhöllinu. Við erum að vinna með frábæru fólki, Örlöð Smári að pródúsera þetta. Svo erum við með fleiri senur fyrir utan, við erum með hestasenu, Sigurbjörn Barðar að ræta hestum. Þetta verður ótrúlega flott músíkvídeó. Það er ein sena því að lagið fjallar það er öll sundlokuð og þá ætlum við að fara inn í sundlug. Fara onni í sundlug? Já, fara að taka upp inn í og við erum að spája að gera þetta inn í Sundhöllinni. Já, ég hef enga tíma, hér allt fullt alla daga.
En ég veit til þess að Hera fekk að vera þarna. Hvenær? Þegar hún tók upp Eurovision myndbandið. Er þetta að gera þetta á nóttinni? Ég helst ekki, sko. En ef við göngum ótrúlega vel Já, mér er alveg saman. Það er ekkert brennivín, Palli drekkur ekki, ég drekka ekki, ég er á algjörum hápunkti í mínu lífi, ég er edrú, það er ekkert rask. Ég hef ekkert hér á næturnar fyrir þetta þar starfsfólk að vera. Láttum bara fá lyklana. Ég ger það aldrei. En það ekki? Svo vaknar á botninu og ég er nú bara hengdur. Það eru sumir sem er ekki það hrifnir að mér, það eru bara ánægðir með það held ég. Já. En býtu, talaðu Palla. Hæ. Er ekki séns að fá að vera þarna? Nei, ekki á næturnar. Það er bara senlaust. Það sem að ég vil gera. Já. Ég vil fá að vera þarna í kringum stökkpallinn. Já. Í jakkafötum. Er það einhver möguleiki? Og með flott ljósasjó. Sko, þetta er miklu meina að segja. Ég meina, ég þarf að hafa fólk yfir þessu. Ok, við erum tilbúin að borga fyrir það. Þið verða að borga fyrir legan á lauginni. Bara anything, við borgum fyrir það. Já, þið verða að gera það. Alveg sjálfsagt. Og segið mér hvaða tíma það er og allt það. Hvað, Hver er að gera þetta? Palli, leið mér að tala um það. Sko, það sem við vorum að spá, við erum Palli að mæta kannski, þetta er að gera selst á næstu 2 vikum. Er þetta kvöld eftir kvöld? Nei, þetta er bara 1 nótt. Já. Við erum verið að skjóta þetta í svona 13 tíma. Þurftum að vera mætti kannski klukkan 8 kvöld og vera að fara svona klukkan 9. Morgunin? Já. Það er sérslust, ég er búinn að leigja laugina á morgunin. En get ekki díla með, ég er bara þyngd fyrir er þetta einhverju tímar eða? Já, ég er með skólasendi í lauginni. Ég get komið að þungi fyrir krakkar einhvern tíman í tíma. Já, þú gerir það bara upp í skóla hjá þeim. Ég get ekkert leigt öðru laug sem aðrir eru búin að leiga. En er það frí, ég skal tala við þá, ég skal græja það. Það er ekkert. Ég skal tala við skólana. Og Palli getur komið að þungi á árita og Sigurbjörn Barna getur komið og teimt undir krökkunum. Við getum gert eitthvað flott úr þessu, ef við fáum bara að taka kannski 1-2 tíma í burtu. Og ég kom að þungi, hvernig er ástæðtíð hjá ykkur? Hjá okkur? Já. Við erum ekki með ásótið. Litli jól, jólahlaðborð, kom að syngja ykkur. Já, það er með, en þá er þið að gera eitthvað annað, Ég er með splungun í lag, þetta er Camellia. Ég held að hendi mjög vel. Ég er á fundi, getur ekki hringt á morgun. Neglum þetta bara, miðvikudagurinn næstu viku, 13 tímar. Hringdu mig bara á morgun og ég tala við þig, það gengur ekki, sko. Ok, þetta er Palli hérna aftur. Já. Er séns að fá að gera þetta í næstu viku? Nei, ekki 13 tíma. En ef við tölum við, eins og hún sagði, ef ég kem að árita, því að ég er að gefa út plötu um jólin. Já, ég get ekki gert að því, elsku drengur, men hér er ég búinn að leigja laugina. Það sem ég vil gera, ég vil koma þarna og sýna þessum krökkum, segja þeim frá að drekka ekki brennivín og ég er að gefa út heimildamynd mörk hjá krökkum. Þeir þurfa að sína mörk í kynlífi og ég get talað um þetta allt við krakkana. Það verður bara að fara í skólana. Og það er sem ég ætla að gera. Ég ætla að fara í skólana og ég ætla að tala við þá. Og ég get gert það í staðin fyrir skólasöld. Okkur var það ekkert um það hér. Reyna að það Jón. Herðu, ég heyri betur í næstu viku. Ok. Þegar við komum með krúið og tökum þetta upp. Já, það verður ekkert rúðist hér inn og tekið óundirbúið. En þú segi, ég díla mig í gegnum þetta kallið minn. Gísli. Já. Gaman að heyra þér. Þetta var veisla maður. Þetta gekk betur en við þurfum að vona. Já, þetta var stórkvæmslegt. En ég verð að gefa Gísla það. Hjá Sundhöll Reykjavíkur. Hann er ekkert eitthvað að gefa sig fyrir selubólum hérna í Íslandi. Hann var reynda mjög snart að vera mýkrið við Palla. Reynda að Palli kannski, hann var nærgætnari við hann. Já. Herbert var ítnari. En sko, Gísla var alveg saman á að þetta væri Páll Óskar og Herbert Guðmundsson. Það er skólasund og það bara gengur fyrir. Ég veit það. Það getur bara að taka upp eitthvað tónlistavídeó þarna. Nei, ég veit það. Bara það er ekki séns að fá að vera þetta klukkan 9. Það er skólasund. Þetta voru, Páll Óskar og Herbert Guðmundsson að reyna að leigja Sundhöll Reykjavíkur. Nú færðu hleðslu í fernu með súkkulaðibragði. 100% íslensk prótein. Lífið er æfing. Taktu á því. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 blöð. Á FM 95
957 Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Og OP hér með Stjörnurhöpp í FM 95 blöð. Og Valdimar maður. Já, Valdimar. Klukkan orðin rúmlega 5 örgulega margir á leiðinni heim úr vinnunum núna. Og já, keiriði varlega þeir sem eru í umferðinni. Það má ekki að segja það. Jú, þegar fólk ætli að séu margir sem er að keira og heyri út af smann bara svona fuck, ég þarf að hægja á mér. Nei, ég hef með mitt hugsað þetta. Það skiptir engu máli. Og hvað þá einhver sköllóttu vittlýsingur hérna á FM 957. Ég sé ekki að fara að segja neinum með eitthvað hvernig hann er að keira. Frekar ef Þorgeir og Kristófer á bylginni er að segja. Akkurát, ef Þorgeir Ásvald segir mér, herru, og farðu nú varlega umferðinni. Þá hugsa ég, skilur, herru, þetta er rétt hjá honum maður. Ég er á 90 hérna, ég má það ekki. Vá, ég er kannski að vinna 1-2 mínútur. Já, en ef ég er að segja þetta, þá er, þá bara, herru, settu bara á eitthvað prumpuskett. Já, akkurat. Ég hef ekkert að vera að hugsa út í þetta. Og skúter svo. Já, og svo skúter. En, já, ég var að lesa hérna á Djefafsóli. Nú, vegum við það sammeilegt að við erum nú að veislustýra og skemmtastundum og svona. Og erum í gleðja í þessum bransa og inn á Djefaf.is þá stendur hér Ásdís Olsen og Karl Ágúst hafa slitið samvistum og svo kemur hérna undir komin með nýjan mann. Þá held ég nú að sé að vera að tala um hana Ásdísi. Ég ætla að vona, það er nefnilega ekkert sagt hvor það er, sko. Já, hvort er að koma inn eða koma inn? Er það 1 eða 2 enn? Já, kom inn, það er 1 enn. Það er góður punktur við þér. Þú ert náttúrulega gammalt blaðamaður, þú rýnir í svona. Já, það er sem sagt það Ásdís sem er komin nýjan mann. Og já, það sem að mér finnst svo leiðilegt, og við erum nú rætt þetta áður, við ætlum nú að hringja hérna, við ætlum að fara í Djefaf-hotnið okkar. Já, sem við höfum nú verið bara náð einu sinni. Já, þá erum við að hringja í eitthvað sem er að kommenta á Djefaf.is og er með einhver svona leiðindi. Sko, það er nógu leiðilegt að þurfa að standa í skilnaði, svo að sé ekki hérna, sko, bara hellingur einhverjum Íslendingum að rakka þið niður í leiðinni. Þetta er óþolandi, sko. Þetta er einmitt, þetta er svo, og mér finnst einhvern veginn vera svo, mann hefur alltaf saman með fólki sem er að skilja. Það er ógeðslega leiðilegt. Við erum báðir skilnaðabörn. Já, nákvæmlega. Við þekkjum þetta. Frá sikkoru lífskeiðinu, sko. Þú ert úrlingsskilnaðabörn eða svona táningsskilnaðabörn. Já, ég var 18 ára. 18 ára, já, akkurat. Ég er 5 ára. Þannig við þekkjum þetta, sko, við getum talað um allt við skilnaðabörn. Já. Við vitum allt um þetta. Við vitum bara hvað er að gerast. Já, við vitum alveg hvað er að gerast. En hérna, þú veist, það eitt en að sé í fyrsta lagi er skilnaðurinn fyrir allra augum einhvern veginn. Já, sem er ömurlegt. Já, og líka að það skulle vera búið upp á komment. Já, yfir svona frétt, er fáránlegt. Það er fáránlegt. Og sérðu líka Kalla, ég meina Spaugstofan, það sá ekki á honum núna á laugardaginn. Já, það er það sem þriðja sem ég ætla að nefna. Þurfa svo að fara að leika, mæta bara, þú veist, eitthvað svona, talaðu lögfræðingin kannski svona, herðu, þú getur ekkert fengið húsið með þér. Ok, Kalli! Harkullan er tilbúinn. Jóhanna Sigurðardóttir. Á svið. Við erum fótt að fara að tala svölunum sem Jóhanna. Já, herru, ég er að fara að leika hérna. Ok, reynda að græja eitthvað, fá eitthvað út úr þessu. En hann er náttúrulega true professional og hérna... Já, og það sá ekki sjá helgina að þessi maður væri skilnaðið maður. Nei, the show must go on, eins og góður maður sagði. Og já, og þá líka þarf ekki vera að bjóða upp á þetta hérna, kommentakerfi. Og mér finnst þetta ekki að leyfa. Það er náttúrulega annað hver maður, hvað heldur að séu margirinn á Djefaf.is í kommentarkerfinu búin að skrifa who cares? Hvað heldur að það hefur dottið oft inn? Ég held að það sé bara... Það er sama, okkur er þetta að kommenta. Ég held að það sé jafn oft og marga fréttinnar eru, sko. Já, svo er líka hérna eitt klassískt, er þetta frétt? Já, akkurat. Þetta er mjög oft inn. Sko, mér finnst þetta að vera frétt. Þegar tveir high profile einstaklingar eru að skilja. Já. Þú veist, þau eru bæði opinbera personur. Hún náttúrulega stjórnaði þættinum Hamingja á Stöð 2. Já, nákvæmlega. Sem ætti nú að geta hjálpað þeim tveim. Hún vonandi aðstoðar með þetta, við Kalla líka... Algjörlega, við sáum hún gerir kraftverk með Valgeir Skagfjörð á sínum tíma. Já, Kalli náttúrulega þýddi líka bækurna meiri Hamingja og enn meiri Hamingja. Já, og þættirnir voru byggðir á þessum bókum, kalli minn. Já. Þannig að það er bara, þetta er auðvitað... Þannig ef einhverjir komast í gegnum þetta, þá er það þau. Já, algjörlega. Og þú veist, ég er full trú á því að þau muni komast í gegnum þetta. Þetta eru sterkir einstaklingar, en eins og ég segi, þetta er frétt að þau séu að skilja. Það finnst mér. Þau eru bæði sjónvarpsfólk, sko. Já, ég skilji. En þetta er tekið frá, sko, Sigurheirt sem er með svona fréttir, sko. Og líka hamingjuingill eins og þetta er góður. Þetta er svipað eins og ef einhver kona kemur og segir bara Guðjón Bergmann sökkar í rúminu. Já. Sem var tandarþættina. Já. Það er frétt. Já, nákvæmlega. En ef einhver kemur og segir Auðun Blöndal sökkar í rúminu. Já.
Þá var það lygi, það ekki það var fyrstulega lygi. En það var einhvern veginn, þú veist, Ötti hefur alltaf verið að segja hans einhver, þú veist, hann hefur aldrei verið að markasetja sig sem einhvern sexmaniac. Ekki í útvarpinu allavega. Ekki í útvarpinu, ekki kannski á barnum. Það tekist ekki fjölmiðlum. Akkurat. Prófa eitthvað alveg nýtt. Svo hérna eitt leiðinda komment og það Já, flestir reyndar að mann eiga það kommentunum þessari frétt, það eiginlega fæstir með skítkast á þau hérna. Já, á þau sem personur, sko. Já, akkurat. En hérna kemur einn, hún hefur fengið ógeðsari spaugstofu drastli, kannski engin hamingja að vera með leikara sem aldrei að leika í neinunum á spaugstofunni. Hvers konar leiðinda komment þetta fyrir Kalla? Þetta legend og hann að leikstýra hér og leika allan bæ og við ætlum nú að ringja í þessa mannesku. Hún var með 3 gemsanúmer og öll lokuð sem segir sitt. Hún að gera helviti góð hluti. Og ekkert af símanúmerunum hennar var hjá sama fyrirtækinu. Nei, það var alltaf ný rödd sem kom og sagði. Já, þetta númer er ekki. Hún var til, sko, hún var búin að prófa öll fyrirtækin, allt herna og allt, sko, bara til þess að komast einhvers staðar að með númer. Já. En þetta er sko, þú veist, líka, þetta er auðvitað fá leið á því að þeir alltaf að leiki því sama. Bara ef hún myndi vera að leika einhvern tíminn í Borgarleikhúsinu, þá myndi hjónabandi ganga geðið. Já, bara okkur skildu, af því að maður alltaf í spaugstofunni, það var kjaftaði þetta maður. En þetta er leiðilegt og við óskuðum báðum bara allsins besta sjálfsögðu. Og þetta er auðvitað, og bara öllu þeirra fólki. Þetta er alltaf leiðilegt. Já, en hvað, 5 ára? Þú manst eitthvað eftirskilnaði fólkdurinn? Nei, voða lítið, sko. Já, er ekki? Já. Ég þekki til dæmis ég þekki miklu betur sko lífið mitt bara að búa hjá mömmu heldur en mömmu og pappa. Já, ég skilji. Þú veist, ég man ekkert eftir ykkur, þú veist, Mallorca ferði eitthvað pappi ég fór reyndar með til pappa til Kanari, sko, en það var bara með annarri konu. Já. Þú veist, en ég man ekkert eitthvað mamma og pappi, þú veist. En það var ekki ástæðan fyrir skilnaðan. Bara þú, pappin og einhver konu á Kanari. Já, nei. Það dói þetta. Ég var ekkert hjá helgina. Já, með pappa og vinkonu hans. Ok, ég þarf að tala um pappa henn. Þetta er alltaf leiðilegt og eins og þess að við óskuðum allsins besta, en það er hins vegar komið hér og hugsaðum börnin, þau fara vest út úr þessu. Það er rétt, það er komið á Óskalagi. Þetta er eitt gamalt og gott með Chubby Little Loverboy, Svessa, gamalt og gott föstudagslag sem heitir Bed of Roses. Það verður að biðja að spila þetta og það verður við því. Snillingu sem bara það er. Já, þetta er hrikalega flott lag. Sitting here wasted and wounded, this old piano, trying hard to capture the moment, this morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka still lodged in my head, and some blonde gave me nightmares. I think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. Það komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken. 3 fimmtudagi í nóvember á skemmtistaðnum austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið 50-dagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergmann, Þórunn Antonía og Jónas Sigursson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, trúbador FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í eldhúspartí FM 957 á austur. Heineken og FM 957. Það er Heineken sem gefur tóninn. Þú færð skjóta og góða hjálparaþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1, meira í leiðinni í allan vetur. Tónlistarveislan hátt í höllinni með bestu böndunum 2012. Laugardalshöll 19. desember. Framkoma Hjálmar, Valdimar, Ásgeir Trausti, Moses Hightower og Kiriyama Family. Stórviðburður í íslenskri tónlist. Forsala hefst á fimmtudag. Miðaverð aðeins 3.900 krónur á fyrsta forsölu degi. Rudolf mætir á fimmtudaginn. Þessi ómótstæðilegi hreindýraborgari er einungis í boði fram að jólum á meðan byrðir endast. Ertu tilbúin? Pantaðu borð í síma 5757575 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Vertu velkomin. Ásgeir Trausti og meir en 200 aðrir listamenn eru á Airwaves.
Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 og eins og við höfum komið inn á áður í þessum þætti hér í dag þá Sóli Hólma að kveðja okkur eftir að hafa verið með okkur hérna síðustu 4 vikur að ég held og af einhverjum óskiljanlegum ástæðum þá höfum við gleymt að setja því í eina gestaþrautina og það sko reyndar þetta pínu leiðilegt fyrir þig núna sko því að þegar ég var með þessa gestaþraut þá var þetta vinsælasta lagið á Íslandi og allir að fíla það og það var svona eufóría, einhver stemming og... Já, þetta var lag sem þú hækkaðir út af spjörnu. Já, og allir að dýrka þetta lag og við vorum að reyna að syngja þetta og var fyndið, sko. Já. Nú þetta lag svolítið dautt. Það steindautt. Og það eiginlega allir komið með leið á því, en þú þarf samt að syngja því að þú ert að fara að kveðja. Já. Ég bara gera þetta. Já, þú ert eini gestastjórnandi sem hefur ekki sungið Euphoria og... Manstu eftir laginu? Já. Ég náttúrulega mikill aðdáandi lagsins, þannig að ég kann þetta lag ágætlega. Já, þú þarftir ekki að syngja nefn í 1,5 eða 1,50. Ok. En það einn galli sem hefur farið illa með sauma hérna. Að sko textinn kemur upp kemur sem sagt upp með laginu. Það ekki bouncing ball? Nei, það ekki svona bolti sem sýnir hvenær átt að syngja hvað. Og bara til að minna það þá byrjar það svona eiginlega alveg strax I want this moment forevermore. Það kemur eiginlega alveg strax í byrjun. Já, ég gæti hyggst aðeins í byrjun en ég sé ekki fram á hyggst að neitt eftir það. Nei, gott hérna yfir. Hoppaði hérna til minn og ég ætla að gera allt klárt hérna. Það sem þetta Sóli Hólm að fara að taka hér gestaþrautina Euphoria sem að Björn Bragi, Sveppi, Pétur, Egill og Hjöppi eru allir búin að taka og allir gert lista vel eða þannig. Það hefur held ég alltaf verið viðbjöður og Gregi Sóli þarf að taka þetta núna þegar lagið er orðið vel þreytt en svona þetta bara. Já, ég kýla á þetta. Ertu ready? Já, segð mér þá. Á hjólagis í gang. Ok, hvað er með það? Why this moment lasts forever. Veistu það? The joke's on me þarna maður. Djúvel var þetta vel gert hjá þér. Þetta var eiginlega bara jafn flott og upprunalega lagið. Ég ekki að djóka. Já, þú ert ekki að djóka með það. Nei, þetta var rosalegt hjá þér. Já, ekki að fyrir. Ég enda að vera aðeins háttan í lokin, sko. Já, réðst við það. Það bara eins og þetta lag hafi verið samið fyrir þig. Ok, nú ert að fara að hæla mér ómikið. Nei, þetta var bara stórkostlegt. Ég ekki að djóka. Þetta var ekkert smá gott hjá þér. Takk fyrir það. Þú ert frábær, Sóli. Takk fyrir, ég veit það. Ég get samt lofaði því af öllum sem eru búin að syngja þetta hér í FM 95 Blö að þá áttu vinningin held ég. Ok. Það var gott að hafa komið í lokin og syngt hvernig á að gera þetta. Já, kannski tapaði fyrir mér í karaokeun allt í allt en... Já. Það líka ekki að fagurfræðilegum ástæðum, vil ég meina. Ég vil meina það sé svona meiri stemming, þetta er svona heildapakki. Þetta er eins og Idoli, skilur við. Það er ekki alltaf bestu söngverðin sem vinna. Það er menn sem hafa extra pakka. Þú veist, ég er kannski meiri svona karaoke-söngveri, syng svona alltaf því óaðfinnalega, vantar kannski smá karakter rautina. Já. En þú ert með hann? Þakka fyrir það, ég er ekki með hann, ég eyðileg lög en þetta var virkilega vel gert hjá þér og... Þakka fyrir. Þetta er bara 10 sinni betur en ég þorði að vona að þetta var, hvað köllum við þetta áttur? Euphoria, þrautin. Já, Euphoria þrautin. Gestaþrautin og Sóli Hólm bara rúlaði þessu upp. Talandi um X-Factor, þessi hérna drengur hefur virkilega gaman X-Factor og twittar mikið það. Þetta er Jón Jónsson. John J. En það vinur L.A. Reid. Já, nákvæmlega. Like this. Flott lag hér á ferð. Virkilega. Vonandi, megar hana í stóra heimi. Það er allavega búið að stríðunum nóg á þessu. En Jón Jónsson má samt eiga það var ekkert hann sem var að monta sig á því að hann var komið með samningi á L.A. Reid, hann þagði yfir þessu frá ágúst sko inn í október menn ég hefði aldrei getað þagað ég væri búinn að twitta þessu áður en ég hefði skrifað undir ég hefði hringt svona í eitthvað vinn minn svona hringt í Fréttablaðið, áttu að vita þessu segðu þeim að blöðarinn hafi verið að skrifa hérna undir en það er búið að stríða honum mikið á þessu en þetta er náttúrulega mikið húmorasti og hefur húmor fyrir því en ég ætla að spyrja þig hérna Sóli, nú ert þú mikið inn á Twitter eins og ég og það fólk er nú mjög skemmtilegt þar inni eins og það er margt Hefurðu unfollowed eitthvað? Já, ég blessaðurstu, fullt að liði. Er það dissa unfollow eitthvað? Þú ert það ekki basically að segja að hann er bara ekki nógu skemmtilegur? Jú, þú ert algjörlega að segja það. Þú ert að segja, í fyrstulega, annarkvort sko ekki nógu skemmtilegur eða þá of virkur. Já, það er enda góður punktur í það. Ef einhver kemur kannski með eitt leiðilegt, ég fer ekki að unfollow þetta því. Alls ekki. Þetta er aðalega að vera of virkur. Já, ef það er verið að spamma Twitterinn hjá manni af því að hann er bara hendinn einhverjum 15 á dag. Já, 15 nákvæmlega. Og ef þú kíkir, sko, þetta er svona fínt kannski
við mig fyrir fólk að það fer í home á Twitter og sér að þú ert með efstu 10 tweetin burt með hann þá ert þú aðeins að líta á þig bara, heyrðu, ok, þú ert að twitta alltaf mikið þú veist, það fyrir fólki en einmitt, ég búinn að unfollowa marga. Hverja? Hann var aðalega útlendingar, sko. Piers Morgan. Já, ég unfollowa hann, ég byrjaði að followa hann aftur. Já, ertu byrjaði aftur? Já, hann skemmtilegur, hann twittar svolítið mikið. Já, mér finnst það skemmtilegt þegar hann að segja eitthvað. Mér finnst leiðilegt þegar hann að retweeta ykkur þáttinn sín og eitthvað svona. Já, ég veit það. Hann að retweeta frá svona 5 accountum. Ég veit það buggar mig pínu, ég veit hvað þú ert að tala um. Það óþolandi, en ef maður getur sloppið öll retweetina, þá hann skemmtilegur hann að tala nefnilega. Mér finnst gaman að rífast við fótboltamenn. Já, sérstaklega Michael Owen, sko, og það er talandi Michael Owen, ég hef unfollowað hann líka. Hann tæpur hjá mér núna því hann farinn frá United. Og hann alltaf vælandinn á Twitter. Já, ég bara hann alltaf grenjandi, sko. Þannig að hann núna hjá Stoke, hann gæti fengið unfollow frá mér, hann ekki búinn að fá það. Hann búinn að fá það hjá mér og bara tók ekki daugalega fyrir það. Svo fótboltamennirnir bresku, Gary Martin og Mark Donninger. Já, hendur þeim út? Ég hendi þeim út bara því mér skýt saman hvað að segja. Já, ok. Það bara, ég veit ekki af hverju ég var að followa eða bara svona, af hverju mér ekki drullu saman hvað að segja. Voru þeir ekki að segja neitt skemmtilegt af mér? Nei, mér finnst ekki, þannig að ég... Já, þeir bara fugu? Þeir bara fugu, já. Ég bara horfði á eitthvað tíma, ég bara var eitthvað títt frá þeim og ég bara svona, öðru en hverju þeirra, og ég bara svona, af hverju er ég að followa hann? Til hvers? Mér drullu saman hvað þessi gæðir að segja að ég að gera. Já. Þannig að bara, út með þig. Já, ég nánaði með þig. Út með þig. Já, sjálfsög. Svo líka Rihanna. Já, Rihanna á mínu lista. Ég hætti að followa Russell Crowe. Ég byrjaði að followa hann bara því að hann var á Íslandi þetta lengi og hann var alltaf að segja hvert hann var að fara og var alltaf að tala um laugar og eitthvað svona. Ég hefði gaman að því. Akkurat. Eftir hann fór á landi, gæti ekki verið meira sama. Ég er að spá, ég ætla að tjekka bara hvort ég sé að followa hann. Hann twittar, trúður mér, þú verður varðið. Ég gerði það, sko, ég hætti því líka þá. Já, hann endalaust að retwitta á einhverjum tónleikum sem hann er að fara að spila á eitthvað og ef það er ekki búið, ef X eða Bylgjan eða eitthvað er ekki að fá hann, þá er alveg sama hvort hann sé að spila. Já, algjörlega. Þetta gerir hann algjör pláa þessi gæi þegar hann mætir eitthvað. Bara, þú veist, ímyndað er að vera misnóta aðstöðina svona geðveikt. Þetta er svona svipað eins og þú myndir vera að mæti einhverja úllingadeild bara vera að sækja, þú veist, frændaðin eða eitthvað og sér svona, herri, geti ekki fengið að taka stand-up einhvers staðar í alvöru? Ég var eitthvað ánægður með hann ég kalla Russell Crowe alveg Íslandsvinn ég veit það, við varum ógeðslega ánægður með þetta hérna á Íslandi en þú veist, hann er að gera þetta um allt sko. En við líka allir fá Russell Crowe Jú, hann veit það, hann nýtir sér það en þú veist, það er hérna þetta er ekki sérstakt eitthvað Ísland við langar svo að syngja þar, hann er bara athyglisjúkur hann er leikari sem vill vera söngvari Já, algjörlega Ég hætti að followa Carlton Cole líka framherja á Vestam hafði ekkert að segja Donald Trump retweetar rosalega mikið ég varði að henda honum út Hann er pott líka ekki að sjá þetta sjálfur sko Nei, ef hann er að hlusta, sorry Hann átti alveg eitt og eitt gott en ég varði að henda honum út Svo ég hef tekið einn Íslending af Twitter Hver er það? Brynjar Már Það var núna, hann var stattur í Köpunum helgin hann er komin aftur inn hjá mig, sko okay. Hann var í Köpunum helgina, Brynjar Már og ég þurfti að hætta hann á Facebook og unfollow hann á Twitter Ég hef aldrei séð einstakling segja jafn mikið frá einni ferð og Brynjar Már gerði núna helgina Þetta var þessi helgi, sko Ef hann þurfti að míga, þá vissi ég það Ég held ég muni ferðinans betur en hann sjálfur Ég skrifaði þetta bara öfundsíki Mér myndi aldrei til hugar að unfollowa Brynjar Már Hann var til dæmis að setja inn núna rándýrt tweet Lax er nú bara nokkuð góður Já, ég sé það, ég er búinn að followa hann aftur Þú byrjar að followa hann aftur Já, Lax er nú bara nokkuð góður, bróskat, ekki glemma því Blikkbróskat, já Það kom að með fyrir 15 mínútum En ég var bara að gefa honum pásu Það þýðir að þú verður svolítið mikið á Twittinum helgina Ég kíkja alltaf á hann í símanum, sko Svo er ég líka með Brynjar Már á Facebook, sko Og ég hendi nú bara á hann, hvað varðum að senda bara mömmu sinni SMS sem hún sett lendur Fara svo bara að skemmta sér, sko Já, nákvæmlega Þú sendir honum mail Já, ég hendi því á Facebook í hann Já, akkurat Svo er hann sko að þú verður á Instagram líka sem þú ert reyndar Þú ert á Instagram Það er samt ekki ég Það er ekki þú Þá hefur þú séð ennþá fleiri myndir þar, sko Og þar var alltaf yfirleitt svona 4 í röð Fæ að sjá það hjá þig bara núna En fáum lag sem ég hef ekki spilað í smá tíma Hefur orðið var við það Ég hef ekki spilað Warrior bara núna í einhverja 2 vikur Þetta er rosalegt En ánægilegt að koma núna sjálfs Do whatever you like and you'll be free Yokohama loftbóldekki úr einstakri gúmmiblöndu með loftbólum, kísil og kolefnisögnum geggjað grip án nagla. Settu þau undir strax í dag. Dekkjahöllin. Pink
Fitboxið inniheldur 3 vörur sem gera kraftaverk á annars 21 degi. Aðeins fyrir stelpunnar. Fæst hjá Sportlíf í Glæsibæ og Holtagörðum. Ljósnetið komið í götuna þína? TAL býður þér aðgang að háhraða interneti ljósnetsins á yndislegu verði. Það ekki bara málið? TAL. Svona á samband að vera. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðdaginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Perform.is. Já, þeir komið þér í formið, þegar ekki, Sóli? Jú, ég kaupi bara það sem selt eitthvað í svona skringilögum glösum, kaupi ég það. Já, helst undir borðið. Helst ómerktum glösum. Það verður hrifnastur að því. Það eitt sem við, Sóli, förum ekki nóg oft yfir hérna mánudögum og það mánudagsdjammið. Það hellingur að liði sem ætlar að lyfta sér upp í kvöld. Já, það búið að vera kvarta mikið yfir þessu. Já, og við einhvern veginn á FM á föstudögum og fimmtudögum og lögum. Það gleymist þetta aldrei. Nei, þá alltaf verið að segja hvað að gerast, þessi verða þarna, þetta að gerast þarna. Við höfum aldrei gert þetta mánudegi en við höfum fengið til okkar sérfræðing og góðan gest og ef það einhver sem þekkir mánudagsdjammið þá var þessi einstaklingur Hjörvar Hafliðason, velkomin. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er mjög góður, maður klári í gott jam. Já. Hvað í gangi í dag? Það náttúrulega slipparinn, það off-venue fyrir Airwaves. The Science Computers ætla að spila þarna kl. 10. Svo það inn á Vegamótum, þar verður annar off-venue. Ok, það er mikið off-venue. Það er svolítið off-venue núna fyrir Airwaves. Og svo náttúrulega byrjar Airwaves brjálaðir á 50-daginn. Þú ert vantilega að fara það? Já, þá er ég bara túrist í mínu eigin landi, sko. Það er bara þannig. Og hvernig ætlar að gera þetta? Ég ætla að reyna að sjá bara sem mest. Með albandið og ferð út allt bara? Já, algjörlega. Og svo er náttúrulega Lónið á laugardaginn sem er náttúrulega algjör snill. DJ Marger og ég veit ekki hvað og hvað. Já, hann er að DJ Lónið á laugardaginn? Alltaf, það er búið að vera mynda svona hefð síðustu 6 ára. Er ekki gaman að fara þangað? Jú, ég hef reyndar svona öllu gamni stefnu hef ég farið á venue við það? Já, ég hef farið, það er svona eina off-venue sem ég hef farið á. Ég veist, blastir í rándir þarna, off-venue. Þetta er bara... Off-venue, það er líkil orð á það. Ég er mikið að vinna með off-venue viðburðið núna, sko. En þetta er rosalegt, það er mikið af útlendingum á leiðin til landsins út af þessu. Og ég veit til dæmis að stelpan sem á íbúðuna hliðin á mér, hún er búin að leigja íbúðuna einhverju þjóðverjum sem að mæta hérna. Bara fyrir morfjár. Já, bara vika. Hún fer út í viku og mæta einhverju þjóðverju inn í viku. Akkur datt manni það ekki í hug? Já, ég er að segja það. Svo hefur bara getað komið til mín í eina viku hjá þig og... Ég er að segja, og við geta kassa vel inn. Félagarnir. Jöfnveld. Þannig að, þú veist, þetta er ekkert smá vinsælt. Ég man eftir að ég var að fljúga heim fyrir 8 ára síðan, 2004, frá Bandaríkjunum til Íslands, á þessari Airwaves-helgi, þá full, vél af könum á leiðin á Airwaves. Já, þetta er ekki alltaf verða stærra. Ég hafði ekki hundsvit hvað þetta var. Nei, nákvæmlega. Ok, going to Airwaves, ok. Það væri einhver flugsamkoma eða eitthvað fyrst, sko. Einhver ráðstefna. Nei, ég verð að veikja það. Ég hef aldrei átt armband og hef aðeins einu sinni farið á off-venue. Og það er bláa lónið. Það er bláa lónið. En þið Airwaves fólki, þið ljótu nú að vera á áhyggjur af Sandi. Já, hérna fellibylnum? Já, auðvitað höfum við áhyggjur af því. Þetta lítur að hafa áhrif Hjörvar. Þetta hefur gríðarlega áhrif og sérstaklega á það að ferðamenn geti komið og svo er gríðarlega stórt nafn á leiðinni hérna að öllu gamli slepptu að spila sem DJ nýri bæ næstu helgi. Hver er það? Ég get ekki sagt ykkur hver það en það er stórt nafn. Nú, ok. Er það surprise? Já, sko hann má ekki eins og segja frá því að hann sé að fara að spila hérna, sko. Já, er það Airwaves þá, eða er það off-venue? Já, það er, held ég... Er það venue, eða? Ég held að það sé venue, frekar að sé off-venue, en það er svona, ég myndi ekki segja að þetta væri bomba. Ég get nefnt 2 DJ í heiminum, það er Tiesto og David Guetta. Já, þú veist ekki þessi maður sem hérna DJ. Nú, ok, er það kannski bara Sígalinn eða eitthvað svona? Ég ætla ekki að segja hvað þetta er. Phil Collins að DJ-a bara á þessu. Collins. Nei, en það er hérna, eins og ég segi, það er mikil eftirvænting fyrir Airwaves. Þetta verður líklega besta Airwaves ég hingað til. Hvað verður stærsti dagurinn, Hjörvar? Föstudagurinn er alltaf stór. Já. Og laugardagurinn líka. Ég finnst að, ég myndi ekki vita helmingina því sem er að gerast Airwaves ef ég verð ekki með Jón Gunnar Geirdal á Facebook. Nei, nákvæmlega, og þú veist meira þú kærið örugglega. Já, og það er allt stórkostlegt.
Eins og við fórum yfir það. Hefur einhver tíma séð Jón Gunnar gera þetta að segja að það var svolítið vonbrigði hérna, hvernig... Já, Monsters of Men á 50-daginn yfir nú. Ekki sáttur. Nei, það er ekki að fara að gerast. Aldrei. En eru þeir ekki of stóri til að mæta eitthvað Airways núna? Of Monsters of Men? Hvað heldur þú? Voru að jamma með James Bond síðast helgi? Ok, hvað samt stóru bönd? Ég manna Robin mætti hérna árið, sko. Já, og Keane líka. En hvernig náði hérna Robin að selja sig sem eitthvað cool nafn? Viltu vita hvernig? Já. Bara með þessu. Hefur þú hlustað á hana? Það var að koma eitthvað lag, ég heyr ekki neitt. Já, ertu ekki með headphone-in? Það er bara svona. Somebody said you got a new friend. Hún var ekkert cool hérna, sko, í Kanada. Og allt í hennu var hún cool. Þetta er töff. Já. Herðu, það er off-venue á Slitbarólun í kvöld. Hjörvar, takk hjá það. Þessi stúlka, Robin, spilaði á Airwaves hér fyrir, 1 eða 2 ára síðan. Þetta er alveg það sem að Hjörvar árið segja. Það er nokkuð til í þessu. Já. Því hún byrjaði sem eitthvað svona glísdanspía, sko, sem var ekkert mikil smetinn. Nei. Og hvarf hún og kom aftur. Já, kom aftur á Airwaves. Það er með nýtt lúk, búin að klippa sér stutt og allt þetta, sko. En það var barist miða, hún var hérna á listasaminu. Því hún er frábær. Já. Hún bara þroskaðist. Og það er alltaf gott að fólk þroskast. Já. Og það er hins vegar komið núna að laginu á leiðinni heim. Það eru margir, sko, ég tek það alveg á mig að Pétur og þú, þið hafið minnst á það að ég spili svolítið róleg lög á leiðinni heim. Já. Það er einhvern veginn bara því að þegar ég er á leiðinni heim og þá vil ég hafa... Já, Egil hefur reyndar aldrei minnst á það, held ég. Nei, einmitt. Egil náttúrulega grenjar út. Já, ég veit, hann vælir í öllum lögum. Munurinn á Agli og þér og Pétri er ég hlusta á ykkur. Já, akkurat, þú tekur markaði sem við segjum. Já, bara þegar Egil talar... Það lokast á eitthvað. Já, mér finnst það bara oft eins og það sé hundur í kringum mig. Bara geltandi. Já, þú verður svona pirraður. En verður þú pirraður eða er þetta meira svona köttur að mala? Já, bara svona köttur að mala. Hann þarf að býta mig svo ég veit honum aðtekli. Já, akkurat. Það er eins og það er komið núna læginulega heim og af því að þetta er nú síðasti þátturinn þinn að þá ákvað ég að hlusta á kallinn. Já. Og þú vilt meina, ef að þú væri á leiðinni heim núna, Hjörpi var að segja okkur að setja eitthvað hrest á því að það væri mikið myrkur úti. Já, það er þungt yfir fólki. Það er náttúrulega enginn sem les þjóðuna betur en Hjörvar Hafliða. Nei, maður þjóðarinnar. Já, algjörlega. Já, en ert þú eins og Hjörpert, þú hrættuðu myrkrið það? Nei, alls ekki. Sveppi elska það, Sveppi vill verið í myrkri. Já, það. Ég er ekkert eitthvað æstur í það. En þegar ég var lítill í sumarbústað og svona, þá sendi pappi mig alltaf út í myrkri til að sagja eitthvað. Hann er mjög myrkfælinn. Já, ok. Bara farið hérna upp í kofan og sættu hérna... Það var bara krakkir að sagja það. Bjór fyrir mig. Og ég bara í myrkri. Náðu bjór fyrir pappa þinn. Já, ok. Þú veist ég hrættuði myrkri. Já. En þegar þú, nú spyrir eins og Jón Afsæll, þegar þið stundu kynlíf þig konan, er það í myrkri? Já, en yfirleitt. Það er gert fyrir hana. Það er sérstaklega gert fyrir hana. En nei, þú ert búinn að velja hér hrest og gott lag. Ég var ánægður með þetta val og... Ekki nauðamyrkri, alls ekki. Nei. Það er ömurlegt. Já, þú ert að... Með svörtu bara alveg... Stunda kynlíf, þú verður að sjá manneskina. Algjörlega, það er glata annað. En sko, er ekki góður lampi? En hún vil það slökkva. Er ekki góður lampi bara svona þægilegu millivögur? Jó, svona helst með einhverjum svona litum væri gaman, sko. Já, og diskóljós líka? Já, diskó og svo stróp sem við ríkt á svona í okkurum hápunkti. Ég elska það, bara að setja reykvillin í gang. Já. Vera með svona kúlu sem er bara um allt herbyggi. Já. Ég er að fíla það. Og einhverja góða tónlist. Svo opna skápur og þá kemur DJ þar út, bara með headphone-in og svo setur eitthvað góða músík á. Hvað er lagið á leiðinni heim, Sóli? Heyrðu, það er gamalt og gott. Ég einu sinni náðu fengi að velja lagið á leiðinni heim og það var Myndir með Skítamóra. Myndir með Skítamóra og menn voru mjög ánægð með það. Já, fekk frábæra viðtökur. Þetta er frábært lag. Frábært lag. Ég á gamla myndir. Já, bara eitt af þeirra, ef ekki bestu löguna þeirra. Já. Og núna langar með þess að vera með smá nostalgíu aftur og þetta fyrir ennþá lengra. Þarna erum við komin svona 96 eða 7 myndi ég halda. Já, ég held þessi rétt hér. Já, og þarna er ég 13 ára. Já. Og þú 16. Já, skiptir ekki öllu máli, segðu bara hvað þetta helvitis lag heitir. Allavega, lagið sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Country House og er með hljómsveitinni Blöð. Country House með Blöð og það er gestastjórnandinn Sóli Hólm sem valdi lagið að þessu sinni. Ég sé fyrir mér að fólk sé að taka svona bremsa og keyra. Bremsa og keyra.
þú veist, svona að hrista bílinn. Svona í feeling á mánudegi. Svona að stoppa ljósum svona 10 metrum frá stöðurlínunni og svona svona rykkja sér aðeins. Aðeins að láta hann skoppa. Já. En þetta verður síðasta sinn, Sóli, sem að þú ferð með dagskrárana. Það er Hringtorg sem að býr upp á dagskrárana. Sæktum bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgs-appið í síman. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það marg borgar sig að sækja Hringtorgs-appið í síman. En Sóli, segðu okkur núna, hvað er að gerast í dagskrárunni í kvöld? Já, ég vil einmitt ítrykka að þú tapar á þess að ekki appið. En það sem við byrjum klukkan 8 á Glee, nýþáttur í Glee. Glee, hvernig fílar þess að þetta er? Mér fílaði minnst frábærir. Já. Alveg frábærir og ég stakk nú upp á því að við myndum vera með okkar Glee-hótn hérna, en þú varst ekki hrifin af því. Nei. Því þú vildi meina við eyðilegum lög en ekki bættum þau, en við þurfum að fara að taka það debatt setna. En á eftir Glee er komið að skvísunni í Fairly Legal, vinkun okkar, sem ég man aldrei hvað heitir. Og eftir því er komið að Newsroom, það er þetta geðið ekki þetta. Já. Fíla þá alveg svo endum við á Who Do You Think You Are. Það er næst síðasti þátturinn að ættfræði í þættinum. Þetta er spurning sem þú færð oft eða ekki? Hvað þykistu vera? Jú. Hleypti mér einn maður. Sóli, það er búið að vera sannur heiður að fá að hafa þig hér síðustu vikur. Já. Leist þetta með prýði. Heiður að fá að vera með þér, Rauðin Blöndal. Og þakkaði bara kjallaði fyrir þennan tíma. Við kveðjum Sóla núna í bili. Þú ert nú ekkert alveg farinn frá okkur. Ég kveð því að hann sem stjórnandi, en tek það við áfram sem hlustandi. Já, þakkaði fyrir það. Og ég mun nú örugglega að dobla þig hérna í einhverja hrekki og annað. Já, bara áallt velkomin. Áallt velkomin. Við þökkum kjallaði fyrir hlustunum í dag við Sóli. Rikki G mættur inn í stúdíói skítþunnur. Hann var með einhverja ásátíð á laugardaginn og sagðist að hafa drukkið allan bæinn. Hann er það þunnur að hann mætti hálftíma og snemma. Já, það gerist ekki oft. Það er mikið að. Hann er með þess að það þunnur, hann virkar grannur. Og er í svörtum ból. Það grannir hann líka, en það meira. En þú ert reyndar ekki, Rikki, ég skal gefa það. Þú ert ekki þinglegur að sjá. Nei, ef það hjálpar eitthvað, þú varst að segja okkur að vera þunnur. Ég veit ekki hvort þið máttum segja í útvarpinu eða ekki. Takk, segir hann. Hann þarf að segja að hann væri þunnur. Af því að þegar menni eins og hann, svona guttar sem er að hella í sig brenniðin helgar, það þarf bara að láta svona gaur að heyra það. Ég veit að hann þarf líka að finna sín eigin bott sjálfur þetta líka. Já, þegar hann er góminn á hann, þá getur hann spint sér upp. Sér eins og mig og þig, gerðum ekkert helgina, höfðu bara kósi. Nákvæmlega. Bara með fjölskyldunni. Árlega feskir. Já, en það er þessi litli strákar sem er að leika sér hérna niður í bæ helgar. Já, þeir eru bara eftir að læra þetta. Takk vel á mótunum, hafður með ykkur til 9 kvöld. Ég og Sveppi Krull verðum eins og það mættir hérna morgun klukkan 4. Tekja á því, en takk fyrir hlustun í dag og við hoppum hér í... það er alltaf ömulegt enda þáttum með að fyrir auðlýsingar, en ég þarf víst að gera það núna. Sorry. Tónlistarveislan hátt í höllinni með bestu böndunum 2012. Laugardalshöll 19. desember. Framkoma Hjálmar, Valdimar, Ásgeir Trausti, Moses Hightower og Kiriyama Family. Stórviðburður í íslenskri tónlist. Forsala hefst á fimmtudag. Miðaverð aðeins 3.900 krónur á fyrsta forsölu degi. Jeppadekk í miklu úrvali. Dekkjahöllin Skútuvogi 12. Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, Samaris og þú verð á Airwaves. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðardaginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Mary Kate and Ashley. What that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going.